byrjuðum alltaf rosalega illa og klúðurum þessu svolítið þar í byrjunni bara. Og ég veit ekki, það er erfitt að klára svona í lokin. Ég ætla búin að eða rosalega orka að ná þessu upp, en mér er alveg skýrt saman það. Við áttum að vera meðstíð að klára þetta, sko. Við erum bara að gera, sko. Þú eru kannski svona hefðbundin mann-vörð sem þú lendi en Jóhann ekki komast á blað. Hefur eitthvað skýring á þessu? Nei, meina hann er náttúrulega, ég veit ekki hvað maður á að segja við því, sko. Jóhann, hann er bara mennskur skilur, hann á upp og niður leiki eins og allir aðrir og hann er búinn að vera einn okkar besti maður í vetur og þannig að hann er svolítið að spila náttúrulega í nýrri stöðu núna, við erum að fara svolítið meira í þristinn og hann þarf náttúrulega að venjast í svolítið, sko. Þannig að ég hef sem yngar áhyggjur af hann á eftir að koma sterkari inn í næsta leik bara. Gríðarleg breidd þarna hjá KR undir körfunni, hvernig er að eiga við þessa kappa? Mér finnst rosa gaman að spila móti KR alltaf, ég á góða félaga þarna og þeir eru mjög öflugir, sko, mjög öflugir, mikla breyti, þeir eru allir frekar svipaðir. Þannig að nú erum við náttúrulega komið nýja mann undir, þannig að mér finnst okkur breytan okkar ekkert vera neitt mikið minni en kannski aðeins meiri fjölbreytni, þannig að við samt ekki nokkuð að klára þetta í kvöld. Ykkur að búast í Stjörnunni í seinni helmingnum? Við ætlum allavega að klára þetta betur heldur en vorum í fyrri hlutanum og sjá hvað það kemur okkur. Ég er ekki mikið verið um einhverja yfirlýsingar, sko, en sérstaklega ekki eftir svona leiki. Þannig að ég er full að trúa að við getum náð langt, sko. Sérstaklega við erum bara að slípa okkur aðeins betur saman og koma okkur upp úr svona leik.